Elín Inga Bragadóttir og Margrét Helga Erlingsdóttir stofnuðu fyrir viku Facebookarsíðuna Kynlegar athugasemdir. Nú hafa 8.500 manns gerst meðlimir á síðunni. Áttu þið von á þessum viðtökum? Nei, kannski ekki endilega sko. Við fórum á stað með þetta að ég var búin að heyra svolítið mikið svona í kringum mig frá bara vinkonum mínum og stelpum sem ég kannast við. Það hefur verið að gera svo lítið úr þeim, þú veist, í þjónustustörfum og svona athugasemdir eins og ekki karlmaður hérna á vakt og einhverju svona og sjálf hafði orðið svolítið fyrir því í vinnunni og eins í skólanum alltaf verið að hendi einhverju svona brandara, þú veist, verið að gera lítið þess á kostnað annars hvors kynsins. Þannig að ég fór svona að hugsa, hvað myndi gerast ef við förum að safna þess aðeins saman, þú veist, af því að þetta kannski raun og veru ekki ein og ein athugasemd í það heila, heldur eitt sko stórt bara í raun og veru mótar kannski heimsmyndin okkar að vera í þessu okkur einasta degi. Þannig að en það greinilega var bara svolítið þörf á því af því að nú eru komnir þetta 8.500 meðlimir. Já, nei, við áttu örugglega ekki vona, ég var alltaf að grínast sko, systir mín heklar rosa mikið og er í hóp sem heitir Handóðir heklarar og það voru 7.500 þar og hún segir eitthvað svona, já þið nú ekki roði í heklarana sko, við vorum alltaf að ræða það, svo allt í einu bara á sko sólarhring, þá var þetta komið sko. En hvað það? Hvers vegna heldur þetta að fá svona svakalega miklar viðtökur og góðar? Ég held að sé af því að fólk orðið þreytt á þessu sko. En samt svo tabu að ræða þetta einhvern veginn og ég var til dæmis að fá sögu frá stelpu áðan bara í inboxi mitt í sjálfu sér. Hún sagði, ég vil ekki koma fram undir nafni af því að ég er að vinna ennþá á þessum veitingastaðir. Þá var að koma menn og panta pizzu og þú veist, einn ætlar eitthvað svona að fá mér ráskingu og rúkóla og einn er að fljótur til bara, hvað ætlar að panta þér hommapizzu, hvað meiri kettlingadót eitthvað fyrir þennan hér, þú veist, og við nennum þess ekki, við viljum geta borða það sem við viljum á þess að fá þessar athugasemdir, þú veist. Panta það sem þú vilt að matseðli án þess að það séu svona athugasemdir sko. Og ég held að það sé það, fólk orðið bara þreytt á þessu. Heldur þetta sé meira í veitingabransanum heldur en einhverju öðru störfum? Ég held, nei, ekkert endilega. Ég held að þetta svolítið svona fast í okkur, þú veist, þessi gömlu gildi sko, með karlmennsku og allt þetta sko, og einhvern veginn þessi kynjafangelsi kannski, að þú veist, þurfa að vera svona þjótt kona, þurfa að vera svona þjótt karl og mér svo gleðilegt eins og það ein kona sem segir bara í gær eða hvort það var, já, að hún hefði farið með son sinn að velja hjálm og hann vill bara fá bleikan með, þú veist, hvort það var blómum eða fiðrildum og hún segir ég kom á kassan og er að borga og afgreiðslumaðurinn bara, já, flottur, þú veist, hefur ekkert út á að setja en hún sjálf alveg ég gata nú ekki verið venjulegur og valið, þú veist, bláa hjálmi, skilur að hugsa þannig. En svo segir hún eftir á, bara það var örugglega bara fyrir þessa grúppu að ég hefði örugglega stýrt valinn hans. Og ég held að þetta sé það sko, svona félagslegt frelsi bara til að fá að vera einstaklingarnir sem við erum, að það sé svolítið markmiðið. Heldur það sé tilviljun að þetta að koma upp núna svona sterkt á sama tíma og segjum bara Pollapönki að koma með enga form? Nei, alls ekki sko, það algjör tilviljun en ég held samt að þetta sé svolítið svona það svolítið svona hugarfarsbylting í gangi þó hún sé hægfara. Þú finnst mér búið að gerast núna ótrúlega margt á stuttum tíma. Þú veist, mér finnst ekki margir einhvern veginn útrópa mann fyrir að vera feministi, þú veist. Það orðið bara svona tiltölulega finnst mér eðlilegt í dag og allt í góðu lagi af því að þetta í raun og veru og að feminismi sé sko fyrir alla. Ég held að það sé líka það sem fólk svolítið svona átta sig á og ég held að það bara einhver svona pínu ólga eða svona þú veist, það einhver svona smá byltingarandi. Já, spennandi. Já. En þetta meira bundið við, sko, finnið þið meira fyrir fordómanum frá karlmönnum og þá á einhverjum ákveðnum aldri eða þetta bara Nei, alls ekki og þú veist eins og það sem ég hef orðið fyrir bara til dæmis í skólanum, ég finnst það jafnt sko konur og karlar sem eru, þú veist, af því að maður verður einhvern veginn, ég svolítið búin að hugsa þetta, ég kannski svolítið annarri kynslóð en fólki sem ég með í námi, þau eru svolítið eldri en ég og ég var búin að hugsa sko hvort ég þyrfti kannski að gefa þeim aðeins afslátt að þau eru gildi sem þau eru alin upp við og svo kemur allt í einu eitthvað ætlum við að fara að snúa þeim á hvolf, ég held þetta taki bara svolítið tíma, þú veist, það ekki 100 ár síðan konur fengu kosningarétt, auðvitað þetta búið að gerast rosa hratt og við erum bara að aðlaga okkur því, þú veist, ég stend sjálfa með stundum alveg að ég að segja eitthvað sem ég alveg, wow, bítu, þú veist, og þetta bara svo rótgróið í okkur. Kemur með móðurmjólkinu bara? Já, liggur við sko, en því má breyta, það það sem ég ákveð. En kommentin á síðunni, við að fá þar inn eitthvað sem að þið vildum að fólk sleppti?
Já, það svona að byrja að gerast, þú veist, og við svo sem áttum alveg vona, við gerum okkur grein fyrir þegar þetta fór að vaksa svona hratt, sko, þá vorum við svona, að við þyrftum kannski aðeins að fara, sko, okkur svo illa við reglur og ritskoðun og bæði mér og Margréti, það eiginlega bara svoleiðis, en það þarf orðið aðeins að ritstýra þessu, þú veist, allt sem ærumeiðandi og einhvern veginn að afvega leiða umræðuna og kannski samræmist ekki markmiðum hópsins sem bara að miða að félagslegu frelsi fyrir alla og skoða jafnrétti. Því bara höfum við áskilið okkur rétt til að eyða út úr grúppunni. Af því að það svona að gerast þörf fyrir það. En ég vona að það sé bara undanhaldi, að fólk sé að fatta sko að svona tilgang grúppunnar kannski. Þannig að bara kynlegar athugasemdir inn á Facebook og þar hægt að sjá bæði ýmsar reynslusögur og svona falleg komment. Já, í sjálfu sér. Bara flott hjá ykkur, til hamingju með þessu síðu. Takk fyrir.